Komið þið sæl og velkomin í þennan fyrsta vefþátt Vegagerðarinnar. Þetta er nýjung sem við erum að feta okkur áfram með og ætlum að gera fleiri þætti af þessum toga til þess að geta kynnt betur fyrir almenningi og fyrir ykkur áhorfendum hvað Vegagerðin er að gera. Við teljum líka að með þessu móti getum við kannski kafað aðeins dýpra í hlutina, getum leyft okkur að tala tæknilega hluti sem við náum kannski ekki annars að gera, þannig að þeir sem hafa virkilega áhuga á einhverju verkefni eða fæi hjá Vegagerðinni. Komið þið sæl og velkomin í þennan fyrsta vefþátt Vegagerðarinnar. Þetta er nýjung sem við erum að feta okkur áfram með og ætlum að gera fleiri þætti af þessum toga til þess að geta kynnt betur fyrir almenningi og fyrir ykkur áhorfendum hvað Vegagerðin er að gera. Við teljum líka að með þessu móti getum við kannski kafað aðeins dýpra í hlutina, getum leyft okkur að tala tæknilega hluti sem við náum kannski ekki annars að gera, þannig að þeir sem hafa virkilega áhuga á einhverju verkefni eða fæi hjá Vegagerðinni geta fylgst með hér í þessum vefþáttum. Og fara kannski fræðilega ofan í hlutina og dýpra eins og ég segi. Og við munum taka fyrir ýmislegt hérna, við munum taka fyrir alls konar hluti, allt frá kannski umferðaröryggi og í einstök verkefni sem við getum fjallað og afar ólíka þætti. Og það sem við erum að leggja áherslu á er það að kynna betur það sem Vegagerðin er að gera. En við ætlum hins vegar að byrja á hlutum sem við hjá Vegagerðinni höfum verið að einbeita okkur að síðustu misseri og það er malbik og klæðing. Og við höfum undanförnu verið að auka kröfur til verktaka, við höfum verið að auka kröfur til okkar sjálfra, allt með því undirlagi að auka öryggi og verklag við vinnuna, þannig að afurðin sem við setjum á vegina verði betri og öruggari heldur en hún hefur verið hingað til. En strax hérna eru komin tvö hugtök, malbik og klæðing, sem kannski ekki allir þekkja, margir gera það en ekki allir. Flestir nota nú eiginlega orðið malbik yfir allt bundið slitlag, en malbik er bara ein slitlagstegund og þau eru aðalega þessi tvö, klæðing og malbik. Og það er það sem við ætlum að fjalla núna og ætlum að reyna að byrja á því að útskýra svolítið hver er munurinn á malbiki og klæðingu og Birkir Hrafn Jóakimsson sem er okkar helsti sérfræðingur í malbiki, hann ætlar að segja okkur það. Birkir Hrafn, hver er munurinn á malbiki og klæðingu? Já, komið sæl. Ef við byrjum á malbiki, þá er malbik slitlag, bundið slitlag sem er framleitt í malbikunarstöð sem er tölvustýrð og hátækni framleiðsla. Það sem að malbikið er blandað steinefnum, íblöndunarefnum og biki og þar er það blandað saman, sett á bíla, bílarnir keyra í malbikunum vél sem að leggur malbiki út í massa, það er að segja í 3 til 5 cm lögum og svo þjappað eftir á. En aftur á móti klæðing er búin til á staðnum, það er ekki verksmiðjuframleiðsla. Þar er heitu bindiefni, heitu biki með annarkvort þynni eða mýkingarefni sprautað á veg, svo kemur steinefnadreifari sem dreifir ákveðnu magni steinefni ofan í og svo eru valtar sem þjappa það ofan í. Þannig að það er raun og veru ekki nema þykktin á stærsta steininum, eða stærstu steinastærðinni sem er yfirleitt stærsta steinastærðin sem við notum í klæðingar þá 16 mm og meðan malbiki getur verið upp í 5 cm, 5,5 cm. Og þetta er síðan lagt út, ekki bara eitt lag, heldur tvö? Já, yfirleitt í nýframkvæmdum og nýjum vegum, þar sem við erum að setja klæðingu í fyrsta skipti, þá setjum við 2 lög. En í viðhaldi þá er yfirleitt sett bara 1 lag yfir klæðingu sem fyrir er. Og það þýðir þá að vegurinn þetta byggist upp? Já, hann er að þykna. Og verður betri og sterkari eftir því sem líður á? Já, eftir sem líður á, en svo er hægt að fara yfir mörkin, þannig að hann geti orðið mýkri og komið mikið bik móti og litlu steinefni ef til dæmis vegur verður fyrir því að missa steinefni, þá getur hlutfall milli steinefnis og biks orðið óhagstætt og þá verður þetta getur orðið mjúkt og þá fara steinefnir að sökkva ofan í og bikið að litast upp. En miðað við þetta þá er malbiki miklu þykkara, það er
eins og kaka bökuð í ofni heima hjá þér og er malbyggið þá miklu betra en klæðingin? Malbyggið er bæði, það er burða meira, það er í raun og veru engin burður í klæðingu, þú veist. Klæðing er slitlag en meðan sko malbyggið hefur líka burð af því það er þykkt og hlífið þar leiðandi undirlaginu þannig að það er betra fyrir því. Yfirleitt er sem sagt það þolir betur þungaumferð og yfirleitt er það slitsterkara gagnvart nagladekkjaumferð þannig að jú að sko það er betra en það er mun dýrari framleiðsla heldur en á klæðingum þannig að það er betra. Já, en það skýrir þá akkur að nota klæðingu því að Já. En margir myndu nú segja að við séum bara að gera eitthvað billegt og ódýrt að vera að leggja klæðingu og ættum ekki að gera það. Við erum náttúrulega með gríðarlega langt vegakerfi, við erum með tæpa 6.000 km af bundnu slitlagi og við værum ekki komin svona langt með bundið slitlagi ef við hefum ákveðið að malbygga þetta eða steypa, steypa er náttúrulega ein tegund af slitlagi líka sem er til hérna á Íslandi og við værum ekkert komin alla þessa leið sko með bundið slitlagi ef við höfum ákveðið að malbygga eða steypa þetta allt. Og hver er munurinn? Hvað kostar malbygg miklu meira? Það er svona, það fer náttúrulega eftir þykkt malbyggsins, vegalengda og það er margir þættir sem spila inn í en þetta er svona á bilinu 3-4.000 dýra. Þannig að við værum kannski með 1500-2000 kílómetra af bundnu slitlagi í staði fyrir 6.000 tæpa. Þannig að klæðingin, en hvar notar hana þá? Þú notar hana ekki í jöfnum höndum heldur eftir Við reynum að miða við umferðarþunga. Við erum með svona viðmið og leiðbeinandi viðmið 2500 bíla að fara í sem sagt malbygg þegar við erum komin yfir 2500 sem er náttúrulega kannski háleitt markmið en við náðum því ekki alltaf og höfum ekkert náð því að því að líka það að umferð hefur aukist náttúrulega umfram. Við höfum ekki haldið í við umferðaraukninguna þegar vegir voru alveg hentuð fullkomlega fyrir klæðingu með litla umferð og þess áttar hafa bara þá síðan túristarnir fóru að koma á hana þá bara umferðin aukist gríðarlega á þessum vegum og sérstaklega þessum ferðamannavegum sem eru þá komnir upp fyrir þessi viðmið án þess að við höfum getað haldið í við það. Og á löngum köflum, það skipta kannski 100 kílómetra. Já, 100 kílómetra. Sem þyrfti að vera malbygg í raun og veru miðað við það sem við, kröfur sem við gerum til okkar sjálfra. Já, þessar viðmiðunar tölur sem, eða þessar viðmiðunarumferðina sem við notum, þá þyrfti að koma miklu, miklu lengra. Og það vantar þá vantarlega peninga til þess að gera það? Eða? Já, og það þarf gríðarlega. Já, það töluvert magna peningum til þess að ná þessum markmiðum. En væri það hægt heldur, geta malbyggunarstöðunar skila þessu öllu til okkar ef við getum farið út í það? Já, á einhverjum árum, sko. En við myndum heldur ekki vilja gera þetta á skömmum tíma, því að það er líka eitt svona lykilatriði kannski í viðhaldi að gera ekki of mikið í einu, en þá getur það komið allt inn í viðhald á sama tíma og ef það er ekki til peningu þá erum við kannski í vondum málum. Einmitt. En við erum með skulum fara aðeins yfir í viðhaldið og við erum með á skjánum fyrir norðan Jón Magnússon sem er sérfræðingur í viðhaldi bundinna slitlага og komdu sæll Jón og velkomin í þáttinn. Svona hvað, ef við bara byrjum að spyrja þig, hvernig vinnur vegagerðin, hvernig höldum við þessum vegum við? Gerum við þetta svona eftir hendinni eða? Nei, það er nú aldrei ekki þannig. En það er nú verkefnið æði stórt og bara að vinna því mjög skipulega. Það eru miklu fjármunir í húfi í viðhaldi bundinna slitlaga og til dæmis í ár erum við að verjum 6,3 milljörðum var í viðhald þessi bundnu slitlugum á það við á bæði malbygg og klæningar og það gerir það auðvitað ekki nokkuð með að setjast niður með landakort og ákveða hvar á að bera niður. Númer 1, 2 og 3 í þessari vinnu er að afla sér upplýsinga ástand vegana. Við leggjum mikið upp úr því með nokkrum aðferðum og
við fylgjumst mjög garant með vegakerfinu, sérstaklega sko bundnum slitlugum, það sem að umferð er meiri og þessir vegir fá skoðun allavega einu sinni á ári. Þá er ég að tala um helstu stofnbrautir eins og höfuðborgarsvæðinu og hringveginn og aðrir stofnvegir sömuleiðis. En þegar við erum komin á fáfarnari vegi og tengivegi þá getur liðið kannski 2-3 ár á milli skoðana. En eitt er að skoða og annað er að skrá og til hvers erum við að skrá þetta? Jú, við skráðum þetta inn í viðhaldsstjórnunarkerfi sem við notum á vegagerðinni. Þetta er að upplagi skandinavískt kerfi frá Sweco, kallað ROSI fyrir Road System og inn í þetta kerfi mötum við síðan allar þær upplýsingar sem við höfum vegakerfið til þess að kerfið sem slíkt geti þá forgangsraðað eftir ástandi og umferð og fleiri þáttum hvar við berum niður fyrst og fremst í viðhaldinu. Sortera þannig upp í rauninni þá kafla sem að við leggjum undir hverju sinni og hverju ári. Já, þannig að það ert ekki þú sem ert bara ákveðið það nú gerum við þennan veg á næsta ári, heldur lætur kerfið segja þér það? Já, ég held að ég hef ekki gaman að hinni stöðunni, sko. En sumir hafa það, sko. Og margir ágætis starfsmenn vegagerðarinnar víða um land sem hafa við ákveðna skoðanir á því hvað á að laga og hvað sé ónýtt og svo framvegis. Og við auðvitað hlustum á okkar menn líka. Þannig að kerfið hefur ákveðið svigrúm sem við ráðum yfir og þannig að stundum misfest eitthvað að setja inn í kerfið og aðrir benda okkur á og þá lögum við okkur að því, það er ekkert heila. En í grunninn og 99% er það kerfið sem að ræður þessu. Já, við getum ekki presentera það fyrir, ég skulle segja, fjárveitingavaldinu sem er að veita þarna 6 milljörðum í verkefni. Að við séum að gera það bara einhvern veginn. En hvernig skoðið þið þá vegina? Hvað er gert til þess að meta hvernig ástandið er? Já, við gerum það með tvennum hætti. Við erum með svokallaðan vegreining sem að er bíll útbúinn fjölmörgum tækjum, mælitækjum, svo lasermælum og myndavélum sem að mæla umhverfi vegarins og hjólbarðdýpt sérstaklega. Við notum þetta tæki mjög mikið á alla malbikskafla vegna þess að það er fyrst og fremst hjólförin sem við erum að eltast við í malbikinu og það er rauninni hjólfarðdýptin sem að ræður niðurröðuninni á viðhaldi og endurlögn á malbiki. Þessi bíll, hann keyrir reyndar um allt land líka, þannig við höfum mjög góðar upplýsingar, en gallinn er sá að enn í dag að þá á hann svolítið erfitt með að meta smærri skemmdir, sprungur, netsprungur og annað sem er mjög algengar í klæðningu. Og til þess að skoða það nákvæmara að þá höfum við 2 starfsmenn sem að aka á svokallaðan skoðunarbíl landið á sumrin og skrá hjá sér allar þessar skemmdir. Það er í rauninni hluti af þessu ROSI viðhaldsstjórnunarkerfi sem að þeir eru með í bílnum. Það er að segja þetta auðvitað störfin. Það er náttúrulega æra óstöðandi að ætla að fara að búta niður í stílabók, sko, eða sjó holu. Þannig að þeir aka og eru með snertiskjá stóran. Þannig að þeir aka megin og þeir sjá sprungu og þá íta bara snertiskjá þannig sem er merkið fyrir sprungu. Sömuleiðis holur, kantskemmdir og allar þær tegundir skemmda sem við erum að skrá. Þannig að það auðveldar þeim störfin og síðan er þessi skráning þeirra, jafnt og hjólfaraskráningin úr vegreinunum, færð yfir í viðhaldsstjórnunarkerfið, þetta ROSI-kerfi. Og kerfið vinnur upplýsingum og forgangsraðar samkvæmt því. En það er allavega þannig að vegakerfið er skoðað bara jafnt og þétt og við vitum svona nokkurn veginn vel hvert ástandi er hverju sinni. Algjörlega, og það er alveg grundvallaratriði til þess að stýra viðhaldi í vega, það er alveg klart mál. Við þurfum að hafa þessa vitneskju. En síðan lendum við því náttúrulega og höfum lent í því sem svo allir þekkja. Það kemur einhvers staðar hola í malbiki yfir veturinn og við erum náttúrulega ekki að skrá hverjum degi.
Nei, mitt, en náttúrulega að spyrja Birgir þar, akkur í óskopunum koma þessar hólur, við erum að lenda í þessu alltaf okkur einasta vori að það fyllist alltaf hólum og ég held að menn kalli nú Reykjavík stundum hóluborgina. Er það ekki ofsögum sagt að fyllist alltaf hólum? Það kom náttúrulega tímabil hérna fyrir nokkrum árum, 5, 6, 7 árum, þá voru hólur mjög algengar. En það var náttúrulega á þeim tíma sem við vorum að súpa seiði af niðurskurði eftir hrunið 2008. Og þá var náttúrulega, dalaði ástand vegakerfisins alveg. Þannig að það hangir saman þeir peningar sem settir í þetta og fjöldi hólana á vorin. Það sem gerist að það losna einn og einn steinn upp úr á einhverjum stað, á einhverjum ástæðum. Síðan sest vatn ofan í hóluna og vatn náttúrulega þenst út þegar það frýs. Losa fleiri steina, svo koll og heldur áfram og endan myndast hóla. Eins getur það líka gerst ef að verður til dæmis olíuleki eða bensín eða dísil leggur niður á veginn. Þá virkar það náttúrulega bara eins og leysiefni og leysir eftir steinina, situr vatni eftir og springur. Þannig að það myndar hólu. En í dag erum við náttúrulega í töluvert öðrum málum heldur við vorum í fyrir nokkrum árum. Það eru ekki eins miklar hólur eins og voru. En það er náttúrulega líka að það er verið að forgangsraða rétt í viðhaldi. Eins rétt og hægt er. Svo er náttúrulega meira fjármagn sem hefur komið inn í viðhald. Þannig að við erum bara að grípa fyrir inn í viðhaldsaðgerðir á köflunum til þess að myndist ekki hólur. Myndist ekki svona miklar skemmdir og mögulega hættulegar eða geta valdið óhöppum. En þú ert ekki að lofa því að það verði engar hólur næsta vor? Nei, ég lofa því ekki neitt. Og ég mun aldrei lofa því. Það getur alltaf komið hóla og það getur verið alls konar ástæður. Eins og ég nefni, það getur verið ástand vegarins eitthvað óheppilegt í malbikinu. Það getur verið fínefnaríkur steinn sem binst ekki nógu vel við bikið eða leki sem utanaðkomandi sem myndar hóluna eða snjómokstur gerir högg og það situr vatn og þetta. En það er alltaf vatn og frost sem held ég sem orsaka þetta. En nei, ég held að við aldrei sjá hólu frítt og ég sér það enginn. Svo ég var á ráðstefnu 2016 eða 17 út í Tékklandi. Þar var meginstefið hólur í malbiki út alla Evrópu. Þá var líka allir búin að lenda í niðurskurði. Þjóðverjar töluðu hólur, Norðmenn töluðu hólur. Þannig að það var bara stefið þá. En sem betur fer núna annað upp á teiningum. Menn eru svona aðeins farnir að spýta í viðhaldi, bæði hér og erlendis. Þannig að hólurnar eru ekki með kastljósið. Ekki eins áberandi, en á móti kemur að hjólförin, þau halda áfram að koma. Hjólförin halda áfram að koma og gera það náttúrulega allstaðar í raun og veru. En hjá okkur höfum náttúrulega tvær megin orsaka þætti fyrir hjólförum. Það er hjá okkur svona 70% af hjólförum myndast vegna slits vegna nagladekkja. Við höfum verið að sporna við því, við höfum verið að auka kröfur til steinefnanna sem við notum í malbik sem gerir það verkum að í dag eru einungis notuð innflutt steinefni í malbik allan á höfuðborgarsvæðinu og víða og þetta nú eiginlega allt steinefni frá Noregi. Þannig að við höfum verið að auka kröfurnar þar til að sporna við nagladekkjaslitinu. Svo hitt þá þungaumferðin, þannig að það verði undan malbik bæði skríður og sígur undan þungaumferð. Og við höfum verið að sporna við því eða reyna að minnka áhrif þess með að nota stífara bik. Hér áður fyrir var alltaf notað að kalla 160-220 bik sem við kallum mjúkt. En núna notum við nánast eingöngu, allavega í þéttbýli hérna í kringum höfuðborgarsvæði sem við kallum 70-100 eða stífara bik. Og það náttúrulega hefur meiri mótstöðu gegn þessari þungaumferð. Þannig að það minnka hjólferðin út af því. En þetta munum við aldrei losna við. Við myndum mögulega auka endingartíma malbiks með þessum kröfum, en við útilokum ekki hjólferð.
Nei, það mun ekki takast. En það fyrst og fremst samt nagladekkin sem eru að mynda hjólför. Langstærsti áhrifavaldurinn í hjólfararmyndun. Þannig að ef það væri engin nagladekka þá myndi Malbik endast lengur. Já, það myndi endast lengur. Því að líka eins og Jón sagði rétt áðan að sko, það eru hjólförin sem að ráða því hvenær við ráðast í viðhald á malbiki. En Jón, hvað með klæðingarna? Nú það eru náttúrulega miklu þynnri þannig að þau hljóta að þola miklu minni hjólför. Já, það er alveg rétt og við erum svo sem að kljást við hjólför í klæðningu líka. En það sem er svona ráðandi þáttur hjá okkur í klæðningunum er að reyna að halda þeim eins vatnsþéttum og hægt er. Þannig að sprungur og netsprungur, það eru svona hlutir sem við reynum að laga sem allra fyrst því að það skemmir svo mikið út frá sér og það má segja kannski að hjólför í klæðningu er ekki skemma mikið út frá sér en við auðvitað reynum að laga þau líka. Við gerum það og höfum náð því að vera á góðri leið með að útrýma hjólförum á hringveginum í klæðningum og við gerum það með svokölluðu flotbiki sem við leggjum ofan í hjólförin áður en við leggjum síðan nýtt lag á klæðningu og þetta bara hefur gefist mjög vel og við höfum bara sett okkur það markmið að laga hjólför á hringveginum þar sem að þau eru en og aftur þá er það ekki endilega ráðandi þáttur fyrir það hvort við erum að endurnýja klæðningalagi. Það eru líka bara aldurklæðningar með hvort það er orðið gisin og það framvegis sko. Það er þarna líka að verða þreyttar og með aldrinum. Já, það er bara þannig og það má ekki segja þessu skammingi sko að gegnum árin, ekki sérstaklega hér á árum áður og það var náttúrulega mikill fögnuður þegar að vegur var lagður bundu slittlagi og dreifðari byggðir og haldnar hátíðir og fagna þeim áfanga og stjórnmálamenn hafa í gegnum tíðina lagt mikið á sig til þess að reyna að leggja eins mikið að bundu slittlagi og hægt er svona eins og fjárveitingaleiga á hverjum tíma en það er stundum ekki hugsað út í það að það þarf síðan að halda þeim við sko. Dæmið er ekki búið þegar það búið að leggja klæðningu eða malbik. Þá tekur bara við ákveðið ferli í viðhaldi. Þannig að viðhaldið eykst alltaf við aukningu á bundnu slittlögum á landinu. Því meira sem við byggjum og leggjum því meira þurfum við að halda við. Það er einfalt reikningsdæmi. Já, það gefur auðvitað. Það betur fyrir að verða meiri skilningur á því og eftir því líka sem að við getum unnið þetta á skipulagðari hátt sem við erum að gera og bætt okkar skoðanir og útreikninga að þá vinnum við okkar meira traust til þess að fara með þessu fjármuni. Mjög gott, en ég ætla svona bara að ljúka þessu náttúrulega aðeins að spyrja þig, Birgir Hrafn, hvað það er sem við höfum gert til þess að auka kröfur og tryggja gæði þess sem við erum að gera upp á síðkastið sem við höfum verið að vinna svolítið þétt að. Já, það kannski byrjar fyrir 2010. Þá eru keypt inn tæki hérna til Íslands, hjólfarartæki, sem mælir hjólför í malbiki, prallslitfórstæki sem hermir eftir nagladekki áraun og þegar þau koma inn þá fara menn að geta hannað blöndurnar til að ná ákveðunum svona frammistöðugæðum, það er að segja malbik sem þolir vel og er slitþolið og svo malbik sem þolir þungaumferð og að það verði minni hjólför með þessari þungaumferð. Og þessi tæki, þau bara ollu straumhvörfum í hönnun og íslensku malbiki og gerðu okkur kleift að fara að gera ennþá meiri kröfur. Hér áður fyrr var mjög lág holrýmd í malbiki og það helgaðist á einna helsta því að það var minni þungaumferð, það voru léttari bílar og bara minni umferð yfir höfuð og þá voru menn að reyna að loka yfirborðinu til að fara ekki vatn ofan í en núna í dag þurfum við sko því að malbiki þannig að þú lagar einn hlut og þá verður annar verri. Þannig að þetta er alltaf það er ekki hægt að bara hækka í einum takk og þá lagast allt sko, þá lækkar í öðrum sko.
Þannig að holrýmdi, hún er mjög mikilvæg upp á það að geta étið upp spennur og streitur sem að verða út af álagi. Þetta er eins og svampur, sko. Þú ert með leir og ýtir í hann, þá verður hola, af því það er ekkert loft í honum. Með svamp, mikið loft, ýtir á hann og hann fer aftur tilbaka. Það er raun og veru það sama í malbiki. Þess vegna þurfum við að hækka aðeins, við þurfum að hækka kröfurnar fyrir holrýmdina. Það er þetta lofthlutan í malbikinu og hann var 1–3%. Nú erum við komin upp í 1,5–3,5% og erum svo sem ekkert komin einhvern endastað með þá ákvörðun að vera þar. Það getur vel verið að hækkum ennþá meira eða víkkum bilið eða veljum hérna að vera minna og hérna að vera meira og allt það, en það er allan í skoðun. Við höfum líka verið með kröfur hemlunaviðnám. Það er að segja, þetta er þá mælt þannig að það er kerra sem er dregin á eftir bíl og það er vassúði sem er sprautað áður en að hjólið snertir götuna og svo fer það niður og það mælir þá þessa 2 krafta og hlutfall þeirra er hemlunargildið og fullkomið viðnám er 1 og ekkert viðnám er 0 og okkar kröfur fyrir nýtt malbik eru 0,55 sem var 0,5 og 0,5 er til dæmis notað í Noregi og Svíþjóð. Og við hækkuðum það og ákveðum líka að mæla alla kafla sem við leggjum og höfum gert í sumar, allt verið mælt. Við keyptum til þess 2 tæki í vor og gaman að segja frá því að það var engin kafli sem féll hjá okkar verktökum í sumar á hemlunaviðnámi, þannig að það þurfti ekki að grípa til aðgerða út af því. Og svo erum við að gera líka meiri kröfur á eftirlit. Og sérstaklega aðgert eftirlit, erum við að framselja ákveðnu hlutverki okkar í hendur á þriðja aðila. Þannig að við verum að halda vel utan það hvernig þeir framkvæma það og náttúrulega leið og við gerum kröfu á að þriðja aðili fyrir utan Vegagerðina gera eitthvað ákveðna átt, þá þurfum við að gera sömu kröfur á okkur sjálf. Þannig að þetta á ekki bara við það og heldur líka okkur. Og þetta helgast af því að við þurfum bara það er verið að tryggja samræmi. Það er að segja að eftirlitsmaður 1, eftirlitsmaður 2 og eftirlitsmaður 3 og svo framvegis þeir framkvæmi sömu hlutina, sömu skoðanir og sömu mælingar á sama hátt. Þannig að það eru svona aðalkröfurnar sem við setjum og svo er náttúrulega kannski og langt mál að fá út í hvernig við gerum það og hvað menn þurfa að koma sér upp, hvernig kerfum. Þetta er mjög flókið og en leið mjög spennandi verkefni sem við stefnum að vera komið svona í að vera hleypt af stað voru 23, það verður svona uppafið. En aðalatriðið er að við erum að raunverulega tryggja að sú vara sem við kaupum eða svo vinna sem við kaupum sé það sem við viljum fá og er öruggast fyrir vegfarandann til lengri tíma litið. Sko, við lítum á það þannig að ef að varan eða malbikið, varan í þessu tilfelli, uppfyllir allar það kröfur sem við setjum, þá er það öruggt. Sko. Og við erum ekki að setja neinar kröfur til þess að sem ekki eru til þess að auka umferðaröryggi. Við gætum til dæmis nota mun ódýrara malbik ef við varum ekki að gera kröfur innflutt steinefni, við varum ekki að gera kröfur íblöndunarefni og sérstökum tegundum til að auka styrk og auka hitt og þetta. Þannig að við gætum alveg sparað töluvert mikið en þá kemur það bæði niður á öryggi og svo endingu. Þannig að þó þú sért eða meiri pening í byrjun þá er ekkert endilega að kaupa dýrari vöru ef þú deilir það á árin og líftíman. Þannig að þetta snýr alltaf það, já, og eftirlitið er þá til þess að sjá til þess og fylgja því eftir að við séum að fá vöruna sem við erum byggðum. Einmitt. Og við fylgjum þær kröfur. Ég held að við bara látum þessu loki núna og þökkum Jóni sem er fyrir norðan fyrir þáttökuna og þér Birgir Hrafn. Við munum halda þessu áfram og koma með fleiri þættir svona reglulega ýmsustu málefni og kannski ennþá með í framtíðinu meiri þáttöku ykkar sem hugsanlega eruð að horfa eða fylgjast með
Síðan verður svo sem hægt að nálgast þennan þátt og aðra þætti á heimasíðun okkar, vegagerðin.is, eða á Facebook síðu okkar og við reynum að koma þessu að sem víðast. En við þökkum fyrir í dag.